Burt með ykkur. Fröður ég er spennt. Lítið og ljótt. Lítið og ljótt. Farðu og rektu þessar nörnir í burtu eins og Hjörvar hljótt. Burt með ykkur skóðarótti. Við komum aftur seinna. Aftur seinna. Ræningjadóttir er fædd, hann er heilum og leiðandi. Hvað á hún að heita? Ranja. Og hún er létt. Hvað helstu sögur Eiríkur? Varst að búast til feitum og ljótum ræningja með skegg og ísnum? Það er eins gott að segja ekkert slæmt þetta barn, svo mátti satt þessi góðu skapi. Nú verða hófinur okkar hann Börki og hans ræningjaflokkur ósattir. Við eigum barnin, ekki hann. Vertu velkomin, Ronja Ræningjadóttir. Laus við sorg og sóttir, lof í
sitt líf verið innan veggja kastarans veit ekkert hvernig heimurinn fyrir utan kastaran er. Ronja, hvað ertu að gera? Ég er að gæta hann að dætti ekki helvitiskona. Þú ert gamla og duglegt barn, það ertu. Mattis og Lovísa, Ronja verður að læra hvernig að búa í Mattisskógi. Nú jæja, eru þið loksins búin að fatta? Ef ég hefði fengið að ráða, þá var bara út fyrir löngu síðan. Já, en þú veist alltaf hættunar í skóginum og við eigum aðeins eitthvað. Þú verður svolítið að læra að takast á við hættunar. Já, látið hættina bara koma til mín, það er komið tími til. Ronja, varaðu þig á skógarnornunum. Hver eru skóðanöldundar? Þær eru ógurlega ljótar, öskrandi og ægilegar. Og passaðu líka á skógarnornunum. Hver eru skóðanöldundar? Það reyna að ná þér í þókuna og halda þessi andar. Og varaðu mikið á grátökunum. Hver eru gráðurgarnir? Þeir eru grái, grimmir, loðnir, litlir og ljótir. Og varaðu að vitast ekki í skóginum. Hvað gerist þið í vitið skóðinu? Finna leiðin tilbaka. Gott og vel. Og varaðu líka þetta ekki ofan í annað. Hvað gerist þið í dættinu annað? Synda. Gott og vel. Passaði best að þetta ekki í helvitiskjána. Hvað gerist þið í dættinu helvitiskona? Það gerir ekkert frá mér. Gott og vel. Er eitthvað meira sem þið þarf að passa með á? Þú kemur að því smám saman, farðu nú. Halló Foss! Halló Kjartan! Halló þetta stórkosta heimir! Takk fyrir að vera hér!
Líta! Slá! Berja! Slá! Þú veist hvað grátverkar eru? Já, núna veit ég hvað það er. Ef þú ert fætt fyrir að þið er langt að leiða þá eru þið hættilegir. Gott að ég sko menna það. Við vorum að finna okkur heimili fljótt. Fóðgætuna hans minnir á hælun okkur. Við erum ekki örygg. Ég veit það og ég mun halda okkur öryggum. Hvernig, Poppi? Ég þekki þetta svæði vel. Hér ólst ég upp og hér er gott að vera. Fyrir utan þess að fjandans mattisaræningja. Fjandans mattisaræningja. En við lúskum sko á þeim, er það starf. Já, við lúskum sko á þeim. Já, en fyrst finnum við okkur heimili. Já, fyrst finnum við okkur heimili. Mér líst við á þetta svæði. En Ronja var ekki svo eina sem var að kynna skólanum sinum. Orki og hans fræningjar, Valdís konans og Birkir Borgarsson sem fættu sömu nótt á Ronja voru í leit af nýju heimili. Þeim leist vel á þetta svæði og komið sér fyrir hinum megin við helvitiskjóna. Birkir líst sérstaklega vel á þetta svæði því hann hafði tekið eftir áhugaverðu stelpunni sem var alltaf að þvælast í skóginum. Ég veit hver þú ert. Þú ert ræningjóðdóttirinn sem hleypur skóginn. Og hver er þú þá? Og hvernig ósköpunum hefur það komist hingað? Ég er Birkir Borgarsson og ég á heima hérna. Við erum nýflutt inn. Hvaða við? Borki og Valdís og ég og ræningjarnir okkar. Áttu við að Norðurborgin sé full af skítælum? Nei, hei, hér eru bara heiðilegir borgarræningjar. En það sem þú átt heima, það er allt morandi af skítunum. Það er ég að þært. Annars er þetta engin Norðurborg. Hún heiti nú Borgarvirkið. Dauði og drep sótti! Býtu bara þá til að Matthías frétti þetta og þá mun allir borgarræningjar fjúka í norður-niðurfalli með prumpi! Svo heldur það, já. Ef þú kemur hérna, þá skal ég gefa hérna á tríni svo nefið fíkur af þér. Ha, leyti þetta eftir og getur. Þú ert engin skræfaræningjóðdóttir, það sé ég. Þú ætlaðir að gefa mér einn á tríni. Af hverju gerir það þá ekki? Nú kem ég. Hjálpaðu mér! Hjálp! Eftir þetta er bundið fengjalaust ræningjóðdóttir. Í norður-niðurfalli, ég mun nú dettur aftur niður hérna skíthællinn. Sjáumst ræningjóðdóttir. Hvaða leifafættingur er þetta? En Matthías, þetta er satt og það er meira að segja einn strákur. Smá gríkið var skemmtilegt, en bandleyslega leigar eru ekki í lagi. Borgarræningar í Matthíasarborg. Þvílík fjarstæða. Í fyrsta lagi var Borgi engan strák. Er eitthvað sem ég ekki að segja mér? Valdís eignaðist viss krakka af eintómri skelfingu þrjumir nóttina sem Ronja fæddist. Í einhverju skrattans rugli. Lítinn ræningja. Lítinn Ræningja, já. Nei, hver fremur þinn? Hætti nú þessu rugli og farið þið að vinna. Já, þetta er allt satt. Ræningjarnir eru allir mjög ósáttir og Ronja er döpur. Hún hafa loksins hitt jafnaldra sinn og þá þurfti það að vera óvinur þeirra.
Lífið hélt svo áfram sinn vanagang hjá Ronju, sem eyddi mestum tíma sínum í skóginum. Hún naut þess að klifra í trjánum, því hvernig gat hún passað sig að detta ekki í trjánum ef hún prófaði ekki að klifra þeim? Ronja æfði sig að gera allt sem hún átti að passa sig á, þannig að hún geti raunverulega passað sig á því. Og hún var stórgóðir, hoppa, klifra, sveifla sér, synda í ánni og þekkja dýrin. Þetta er mín meira en þín. Ræningjadóttir. Ég vil fara burt úr skóginum mínum og læta dýrin mín í friði. Dýrin þín? Skógurinn þinn? Dýrin eiga sér sjálf og þau eiga heima í skóginum sínum. Ég þekki allt í þessu skógi. Þá veist ég líka að þetta er skógi nornana, grátaugarna og rassalana. Segðu mér eitthvað nýtt eða haltu þið saman. Þetta er líka skógurinn minn og þinn Ræningjadóttir, en ef þú ert eiga nei, þá ertu vitlausari en ég hélt. Refir, kóngrar og uglur með að gjarna þig að skógi með mér, en ekki þú! Ronja! Ronja! Hvað viltu? Ég er svolítið hræddur við þessa þoku. Já. En haltu þið þá reipi skalla frá mér.
Ég er sjálfur heim núna. Hlustaðu á mig, Matthías. Við getum ekki búið í borgarskóla lengur. Það kemur mér ekkert við. Einhvers staðar þarf ég að vera með barnið mitt, konu og ræninga. En að ræna mínu heimili án þess að spyrja leyfi er ekki í boði. Skrítið að ræningi sem stelur öllu og tekur allt sem hann vill á leyfi þessi, sér hann mig ekki stela. Þú ert ræningætur! Ræningætur! Hvað? Segð mér hvernig kostin í kastarann minn. Þú veist að ég tekti þetta svæði jafnvel og þú. Síðan voru litli krakkar hér. Pabbi minn hendi ykkur þessin út og mun gera það aftur ef þið farið ekki strax. Ég hef engan annan stað. Hér hreiðum við okkur og hér erum við heima! Hér erum við heima! Stopp! Pabbi, hvað það sem þú tekið án leyfi sem Borki talaði Æ, Ronja, svo spýt og lér ljóta Borki. Hvað tókstu án leyfis? Þetta var allt og mikið, ég tætti þig. Nei, þú segir ekki orð. Þetta fyrir eins og sjálfurum. Hvað, ætlar ekki að segja mér? Þú er bara lítið saklaust barn, ég hef ekki viljað segja þetta. Og við máttum ekkert segja þetta. Við erum ræningjar og við rænum. Ann rændi, Pammi rændi, ég rændi. Svo þú rænar Ronja mín, þú verður voldur og ræningi fór ekki eftir mér. Nei, það var ég aldrei! Veturinn er kominn. Ronja er úti og össar í snjónum. Hún skemmti sér vel góða stund. En allt í einu nær hún ekki upp öðrum fætinum. Ronja hlær og reynir að losa hann, en hún getur það ekki. Þá heyrist einhvers taut neðan hennar. Hópur á rapparum brýst upp í honum. Þeir eru móðgæðir. They're
sem við komum til. Birgir, ég myndi óska þess að þú væri bróðir minn. Það geti verið ef þú vilt að ræningja þá til. Já, það vil ég. En bara þú kallar mig Ronju. Ronja, systir mín, nú förum við sitt úr leið, því enginn má sjá okkur saman. Ronja og Birgir eru bestu vinir og eru tengt órjúanlegum böndum. En veturinn er harður og kaldur. Það snjóar svo mikið að enginn kemst út. Það er kalt og erfitt í kastalanum, sérstaklega í Borgarverki. Þau eru ekki mikið mat og eru mjög svöng. Ronja og Birgir komast aldrei út að leika en finna sem betur fyrir leið til að hittast í kjallara kastalana. Ronja hefur mat á hverjum degi fyrir Birgir og fjölskyldu hans. Svo leika þessi saman fram á kvöld á hverjum degi. Ronja! Er það satt að þú vilja vera bróðir minn? Systir mín, mér er ekki gott að heyra og sjá þig. Þú er systir mín. Birgir og Ronja hittust á hverjum degi og hlökkuðu alltaf til að leika sig saman í skóginum. En ræningjahóparnir voru ekki jafn glaðir og kátir. Nú var loksins komið vor og Matthías ætlaði að henda Borga út úr kastalanum. En Borgi vildi sko aðeins ekki fara. Ég skal mala við alla borgarræningja. Nú verður út það alla. En hvað ef allir Matthíasar ræningja verða malaðir? Hefur að hugsa út í það? Það hef ég ekki hugsað mér að hugsa því þannig verður það ekki. Það veistu ekkert Mig fellaðir ekki fyrsta höggið. Nei, stakka, þið fellaðir ekki fyrsta höggið. Þú var líka með stríð. Ekki heldur. Akkur geta ekki verið vinir eins og við. Þú er rétt fyrir Ronja. Við þurfum enga blóðskúthellingar. Nú fyrir Borgi í norður og niðurfalli fljótur hann að missi fyrsta morgun fréttin. Hvernig þá? Sjáðu hvernig gómaði rétt á það? Með eigin höndum. Ég segi bara við Borga, ætlar að fara hérna eða ekki, ætlar að fá þannig að ormsóka þinn aftur eða ekki. Þú mátt þetta ekki, ófjóttur! Þú mátt þetta ekki! Hvað sem má ekki gera? Þú mátt ekki ræna fólki! Fólki? Þetta er ormsungi.
Lítill þjófa hundur. Svei þér! Þetta ekki nú tala um föður. Svei þér! Svei þér! Snertu ekki við þessum ormsunga. Ormsungi eða ekki, þá verður þetta sár þvegið. Ég sagði snertu ekki við þessum ormsunga! Út með alla karlmenn! Í norðan og niðurfalli með ykkur alla! Heyrðu til mér, Matthías! Út með þig! Þið skulle eiga mig á fæti, renningbrjóstarnir ykkar. Getur látið konuna þegja, Borki? Þú ert harðbrjósta maður, Matthías. Ávilja ég flytja hann skilji, en hann ráðast á barnið mitt skilji ekki. Ég hef ekki beðið að fá að vita hvað finnst mig. Ég skal vera farin hann og sumri líkur og sleppi sinni mínum. Það færðu soninn án sumri líkur. Ég átti við að fá hann núna! Ég átti að fengja hann ekki. Við erum líka fangaklöfi börn. Alltaf þú að láta mig hafa barnið mitt, færð þú þitt barn líka. Ég á ekkert barn. Hvað meinarðu? Þú getur fengið þitt barn, en mér getur ekki gefið neitt barn, því ég á ekkert barn. En ég á barn, þú að faðirinn sé honum vittlausar en leiðinlegt er. Hvað hafið þið verið saman að sælda? Hún er systir mín og hefur bjargað lífi mínu. Alveg eins og Birkir er bróðir minn og hefur bjargað mínu lífi. Sonur minn að vingast við erkióvini mína. Hún er systir mín. Systir? Ég ætlum að veit ekki hvernig þetta verður eftir nokkur ár. Snertu mig! Birkir! Segðu ekki orð við mig! Birkir og Ronja. Nei, þegar hann kom heim voru allir voða fegnir og vildi taka vel á móti Ronju. En Ronja vildi ekki tala við neinn. Matthías vildi heldur ekki tala við neinn. Það var svo niðurlútur og leiður að hann gat ekki einu sinni borðað. Ástandið í kastalanum var ömurlegt, þannig að Ronja var sem mest út í skógi. Sama sagan var heima í Birki. Honum leið alls ekki vel. Ég ætla að flytjast út í skóginn. Ég get ekki búið í Borgarerki lengur. Matthías þegir alla daga og segir ekki orð við mig. Ég má flytjast með þér. Eftir sumarið fór að kólna, sérstaklega á nóttunni. Þeim var of kalt og þau eru mjög svöng. Þau þurftu að berjast við skóganornir, grátverka og rafsala. Þú veist til hvers ég hef komið hingað, til þess að sækja þig. Ég kem aldrei heim. En þá enda með því að Matthías stekkur í ána. Hvað? Hann nefnir ekki einu sinni nafnið mitt. Ekki á daginn, en á hverju nóttu grætur hann upp á svefni og hrópar upp nafnið þitt. Ég vil sofa hjá þér, hann sé ekki rólma svo ekki fyrir mig. Komdu með okkur heim.
og þá verður úlfarsönginn á hverju kvöldi. Hvað er að, Birkir? Ég vil að þú fari heim. Viltu samt vera bróðir minn þótt ég fari? Já, það mun ég alltaf vera. En hvað með Matthías? Vill hann fá mig heim? Matthías! Dóttir mín vita að þú vilt fá hana heim aftur. Meir en allt, Ronja, meir en allt. Ég get ekki án því verið, ég hafa mér svo algjörfíll og ég veit núna ég verð að gera betur. Birkir er vinur minn og ég vil ekki koma ef hann fær ekki að vera vinur minn. Ég vil ekki vera stríð á milli ræningjahópana. Það verða engin fleiri stríð. Við erum búin að grafa stríðsöxina. Gerðu það, Birkir. Komdu heim. Við samþykjum að virðum það að þið vilji ekki vera ræningjar, en þið eru samt, nei, þú eru samt alltaf ræningjadóttir.